Velkomin aftur í föstudagsþáttinn. Við ætlum að enda þennan þátt á viðtalið við hana Hörpu Arnardóttur leikkonu bláklukkur fyrir háttinn. Hvað það, Harpa? Og velkomin. Takk fyrir. Já, það von að þú spyrjir. Þetta leikrit sem flutt sem hljóðverk á Heiðum á 4 stöðum á landinu. Þetta sem sagt á Listahátíð í Reykjavík og var á Uxarhryggjum fyrir sunnan og út á Snæfellsnesum síðustu helgi. Og nú erum við komin norður til þess að vera með þetta fallega verk á Mývatnsöræfum 29. og 30. júní og svo á Fljótsdalsheiðinni 7. og 7. júlí. Og þetta flutt í mongólsku hirðingjatjaldi. Já, og hvar fær maður mongólsk hirðingjatjald? Þetta svo fallegt tjald hérna á myndinni. Já, það voru nú spyrjið. Nú það var þannig að þetta tjald kom í gegnum kvikmyndabransan til landsins og Ásdís Thórodsen eignaðist þetta nú og var með þetta í ferðaþjónustu hérna út á Melrakkasléttu þar sem það stóð í góðu yfirlæti og ég sem sagt keypti þetta af henni til þess að þannig að núna á ég leikhús og get farið út víðan völl inn á ég á Öræfaleikhús. Vá, örugglega einstakt í bara heimssögunni. Já. En nú átt þú átt leikhús og þetta kannski bara fyrsta sýningin af fjölmörgum. Já, ég bara ofsalega hrifin af þessu. Við erum búin að vera með sneisa fullt uppselt á allar sýningar og aukasýningar. Við ætlum að vera með 3 á Uxarhryggjum, það enda að vera 7. Vá. Og enda komast nú ekki nema 22 helst í tjaldið. Fljótt að verða uppselt. Já, og það augnablik listafélag sem stendur fyrir gjörningum og við förum í fallega göngu á undan, svona kyrrðargöngu og svo komið að tjaldinu og inn í tjaldið klukkustund þar og þannig að þetta mikið ævintýri heildar upplifunin. Og hvað með veðrið? Hefur það eitthvað sett strik í reikningin? Það nú svo merkilegt eins og það búið leiðilegt veður fyrir sunnan. Grenjandi rigning og 30 rigningadagar í maí skils mér. Og tjaldið stóð í garðinum hjá vinum mínum og í maí og ég hafði miklar áhyggjur af því, bara eins og ég væri með unga barn í vöggu. En það stóðst nú allar rigningar og við höfum bara verið í sól og blíðu, svolítið hvasst út á Snæfellsnesi og Arnarnesa einni og flytjana yfir á sunnudaginn. En sólin leikur við okkur og útsýnið og stórkostleg veðrabrigði sem við höfum fengið. Og hvernig pakkast þetta saman bara í einu litla kerru eða þetta umfangsmeira en það eða? Já, þetta, við getum sagt að þetta sé nú töluvert umfangsmikið en þetta kemst fyrir í einni kerru. Já. Og hún einmitt í þessum töluðu orðum á leiðinni hingað norður. Já. Og með góðum vinum og það tekur síðan svona fyrst þegar við tjaldum svo voru 5 klukkutíma og við fengum nú einhver sérstakar leiðbeiningar með tjaldinu aðra en þær að þegar við myndum byrja á loftstöngunum það var þá sem að lá við skilnaði hjá Ásdísi og Pétri. Þannig að við vönduðum okkur sungum sumarsöngva þegar við byrjuðum á loftstöngunum og allt gekk vel, en núna erum við 2,5. Já, þið erum alltaf bara búin að læra þetta. Já. En leikritið Bláklukkur fyrir háttinn, þú samdir það og leikstýrið og leikur. Ég samdi þetta í byrja á þessu verki fyrir 8 árum og það hefur leitt mig í ótrúlega falleg ferðalög. 1 til Ítalíu, þar sem ég skrifaði fyrsta versjón af þessu. Svo leiddi þetta mig las ég þá versjón svolítið seinna og ég skildi nú ekki mikið í þessu og sagði það þarf nú að gera eitthvað við þetta. Og það leiddi mig í ritlist í háskólanum. Ég fór í mastersnámi í ritlist og leiðbeinandi minn Sigurður Pálsson, ég var svo heppin að fá að læra hjá honum, blessuð sé minning hans. Hann leiddi mig inn í mjög skemmtilegt ferli með þetta verk og núna er ég komin í enn einn leiðangurinn með þetta verk og það hringinn í kringum landið og ég bara í þakkargjörð. Ég að þakka fyrir listina og þakka fyrir náttúruna og það búið svo dásanlegt að vera svona nálægt áhorfendum og fá að vera í nánum tengslum við þá sem að njóta listarinnar og náttúrunnar. Töluvert ólíkt við kannski eitthvað verk sem þú setur upp í leikhúsum því þú ert búin að vera duglega leikstýri í leikhúsunum líka. Já. Þarna ertu alveg bara með áhorfendur. Já, það svolítið skemmtileg tilbreyting að fara út úr kassanum og út í náttúrun. Já, og alltaf gott og holdt fyrir listamann að fara út fyrir ramman. Toga sig aðeins og teygja. Þetta verulega út fyrir ramman. Já, alveg. Og mikið fyrir þessu haft en hverrar erfiðisins virði, sko. Og færðu hugmyndir að fleiri verkum sem myndi henta þessu tjaldi? Já, ég verð að segja það að, sko, þetta náttúrulega, þetta leikrit eiginlega, þetta eiginlega hluta trílógíu, sko. Þannig að þetta bara fyrsta. Sem eru svona raddverk. Já, þannig það getur vel verið að þetta verði svona vín í eyðimörkinni, þetta tjald og við getum hlusta á fleiri verk.
ef maður vill koma á Mývatnsöræfi til dæmis, hvar finnum maður miða? Heyrðu, þetta svo dásanlegt, þetta náttúrulega listahátíð í Reykjavík sem tegir sig sem betur fer hérna landið allt. Það frábært. Af því Reykjavík náttúrulega höfuðborg landsins. Og það bara hægt að fara inn á tix.is og kaupa miða þar. Og þegar þú ert búin að kaupa miða, þá færðu leiðarlýsingu. Og fylgir leiðarlýsingu, þannig að sko, gjörningun hefst þegar hver og einn stígur upp í sinn bíl og leggur að stað í leiðangur. Og leitar að tjaldi. Já, og það hluti af þessu heildarupplifun og svo dásanlegt hirðingjalífi. Það nú að kalla á okkur og voða margir sem hafa komið sko í tjaldi og sagt, ég ætla að koma líka á Mývatnsöræfin, langar að fylgja tjaldinu. Þannig að það svolítið hópur svona í kringum mig sem að keyra á eftir, við vorum að spá að setja bláar blöðrur á bílalestina og Þetta náttúrulega hvíld kannski að komast svona út í náttúruna og inn í svona kyrrð og ró, hvíld frá öllu þessu amstri. Hvað gerir fólk? Er það með símana sína? Skilur það ekki bara eftir heima? Fólk nú að taka myndir og svona, en við verðum að setja á flugstillingu út af stórkostlegri hljóðmynd sem Guðmundur Ragnar Guðmundsson, hann gerir sko hljóðveruleikan í tjaldinu. Já, og svo eru leikarar með þér. Já. Og hefur að nefna þá? Já, það Kristbjörg Held, okkar ástkæra leikkona, hún skal ég segja þér, leikur þarna Margréti, kona sem er látin og hjónin Maja og Siggjör leikina mér og Ingvari Sig og þau eru komin þarna inn í hennar íbúð til að skipta dánarbúi þessara konu og svo leysist nú verkið upp inn í hérna ótrúlegustu vittir. En ótrúlega spennandi. Svona ljóðrænt og hversdagslegt í bland. Og það ekkert mál að finna staðsetningarna fyrir tjaldið. Þurftirðu bara að fara í nokkra göngutúra eða vissirðu nákvæmlega hver þú vildir hafa þetta? Ég svona vissi að mér langaði að fara svolítið í höfuð áttirnar og ég á mjög sterkar taugar hérna bæði á Norðausturlandi, hérna, Norður og Mývatnsöræfin og þar og náttúrulega hálendi norðan Vatnajökuls og inn á Fljótsdalsheiði og það svæði allt saman. Þannig að mér langaði að koma hingað og þakka fyrir mig. Og hérna, en ég fór, þetta svolítið eins og verið með bíómynd. Ég fór margar ætlaði upphælu verið með þetta á Lyngdalsheiðinni fyrir sunnan, svo bara kunni ég ekki alveg nógu vel við hana, vantaði hálendsandan og svo sagði ég við frænda minn Máni Gautason sem var með mér í þessu, hérna, ég vil ekki aðeins að kíkja upp á Uxarhryggi og þegar við komum þar upp þá sá ég Skjaldbreið og inn á Langjökul og það var svo fallegt og þá þarna staðurinn. Svo reyndist það vera háheilagur staður. Ormavellir eða drekavellir, þar sem að stærstu goðavættir landsins dvelja og vernduðu Þingvelli á sinn tíma. Og svo fórum við á Hóla og vorum þar tjöldum inn í miðjum Gíg, inn í þjóðgarðinum á Snæfellsnesi og gengum frá Hrafnabjörgum og það aftur með Snæfellsjökull, þannig að það engin smá hérna kraftur og orka. Já, og núna ég einmitt að bara á morgun og hinn að leggjast að skoða betur svæðin. Já, og ég gef mig góðan tími það, þannig að finna fallegan stað fyrir tjaldið og síðan fallega gönguleið fyrir fólkið sem kemur. Það svo spennandi, Harpa. Þetta svo gaman. Ég bara hlakka til, ég ætla endilega að tryggja mig miða og hérna bara takk fyrir að koma alla leið að sunnan í þáttinn. Já, það sko mín ánægjan, það svo gott að koma hingað í sólina og gott að vera þarna í birtunni á Norðurlandi. Já, vertu velkomin og takk kærlega fyrir komuna í þáttinn og þannig endum við föstudagsþáttina sinni, sjáumst eftir viku, verið sæl.